Einar Anna Sigurinn á Keflavík á stuttum tíma. Hver leyniformúlan? Segir þetta Keflavíkurlið? Gefur mann ekki upp. Nei, við og þetta voru tveir svona ólíkir leikir að mörgu leyti en auðvitað gríðarlega stórt að halda aftur að þeim í transition og það var ekkert að ganga vel á öllum stundum í dag. Þær eru öflugar á opnu velli og svo það náttúrulega með frábæra skotmenn og við leggjum náttúrulega gríðarlega áherslu á það. Svona okkar einhvern veginn undirbúningur í scouting liggur svolítið því að reyna að hamla önnuingunni, Telmu, öllum þessum dauðu gríp- og skjótaskotum og heilt yfir Bríet fær einn í fyrri og Anna einhvern tvo en í seinni man ég ekki eftir að þær hafi sett slíka og Bikki þurfti að hafa rosa mikið fyrir öllu sínum stigum. En auðvitað, bæði hún og Sara reynast okkur erfiðar í teiknum en ég ást bara að við frákustuðum vel í dag og sóknarlega vorum við bara virkilega góðar, bara stjórnuðu tempónu, við hlöpum þegar við vildum hlaupa og við löpum þegar við vildum lappa og executuðum og þó við höfum verið að drepa hraðan á kafla í seinni þá skorum við 98 stiga á móti þessu öfluga liði þannig að ég held að svona nálgunin og bara mikið hrós á stelpurnar fyrir hvernig það executuð þennan leik. Hvernig var tilfinningin í leiknum svona þegar þær voru jafnvel að koma með comeback Keflavík, fannst þið vera svona sirka með þetta? Ég var ekkert, ég muni að hafa áhyggjur, mér var ekki bara að líða eitthvað vel fyrir að við erum 9 stigum yfir og innan við mínútu eftir sko. En það bara, sagt bara því að ég ber mikla virðingu fyrir þessu Keflavíkurliði sem gríðarlega öflugt. En svona hugsandi tilbaka þá fannst mér við bara vera með þetta undir kontról og eins og segi, bara óbóðslega jákvætt fyrir stelpurnar að koma back to back á móti þessu frábæra lið og vinna og fyrir leikinn í dag, bara staðreynd sagði mér í klefanum fyrir leik að hún var ekki viss hvort hún geti spilað. Hún er búin að vera slæm og hefur ekkert æft á milli þessara leikja. Ég var hundsvektur að þurfa að spila hana eins mikið og raun bara vitti í leiknum á þriðjudaginn. Ég fannst vera svona moment til þess að gera betur bara sem lið til þess að gefa henni meiri bríðar þar. En hún bara fær risa hrós fyrir karakter sem hún sýndi í dag og bara skilaði geggjuðum varnarleik og frákastarleik og bara skynsum í því sem hún var að gera sóknarlega og Britt outstanding. Svo náttúrulega verður maður að, Ena, Hulda, Sara, Bó geggjuð, Bó töffari og bara liðsigur. Takk fyrir þetta Einar.